Herru, what up players? 1-2-2 Við erum komið með nýjan öng. Fyrsti gestur þáttarins. Margir segja, eitt yngsti öng landsins, Joey Christ. Vilja meina það? Ja, við settum kostningu á Instagram. Hver ætti að koma í staðan fyrir Dóra sem er í frí og það vildu allir fá yngsta öng landsins. Dæmaður. Velkomin. Takk fyrir, bara heiður. Við erum búin að fara í íbúðinu við hliðina á Mr. Sir, það sem að Flóni er að púsa parkett. Huge. Og við erum með menn hérna fyrir utan á Styrlasi sem eru að gæjast inn á potið. Það eru framkvæmdir innan sem utan á þessu húsi hérna. Iðnaðurinn er allt og sem er ég að vinna í sjálfum mér. Já, og svo þann að vinna í sjálfum mér. 1 og 3 sko. Og það er mesta framkvæmdin. Þú varst að spila í Gerðani? Já. Á 107 pizza? Yes sir, og þar mætti Blazarinn og þar mætti líka Muhammad Kali, Charlie D úr Subterranean. Já, ég sá það. Já, með fjölskylduna. Já. Og þetta var bara rosalegt sko. Já, það var hip-hop á fónunum. Hip-hop á fónunum og þetta var bara maður loves a movie Það er þannig, ég er á því það þyrst einhver að vera með kameru og elta dana. Það er hugmynd fyrir þig. Það er hugmynd fyrir mig sko. Þegar það er ótrúlega hvað gerist, þú veist, eins og þegar Mr. Sir var að kaupa íbúðinu hérna fyrir utan og ég er eitthvað að koma og var að sækja eitthvað dót hérna og Danni vorum að pre-potta og þá allt inni stendur Danni fyrir utan í hróka samræði við Flóna og allt inni komið allir í íbúðina og svo eins og þú finnir þegar þú kemur hérna og Danni vill endilega sína íbúðinu við hliðina það er alltaf eitthvað að gerast. Það er alltaf að gerast, já. Maður er að kúka, maður er að vinna í sjálfum sér. Já, 1 og 3. En hvernig er svona föstudagur hjá Joe-arnum? Hann er oftast bara frekar slagur sko. Fer í mikið í sjós undanfarið sko. Okay. Þannig að það er svona búið að vera smá fókus undanfarið sko. Fyrir ræktina og síðan fíla ég bara að hangsa sko. Þegar því hvort ég er með krakkan eða ekki. Já. Fekk svo jómfrúna. Það er svoleiðis? Já. Jómmuna kannski? Jómmuna sko, ef þú vilt. Þegar þú ferð á jómmuna að ferð í lánsið? Ég fer á jómmuna sko. Ég ætti að tala um flugvellinum. Já. Ég fer á jómmuna sko. Ég fer á lánsið sko. Sko ég myndi fara í lánsið að það væri niður í bæ eða væri bara lánsið væri niður í bæ, ég er ekki að tala um að væri fyllir eins og niður í bæ, svo bara andin væri eins og á lánsinu þá væri ég alltaf þar bara. Það er svona eitthvað spenningur í loftinu og... Já, það er bara svona, maður er svona skrýðin í fermingu, veistu? Já. Og það er eitthvað beilis þarna og menn að sitja og konur og kökur kannski? Kökur og það er svona gett svona maturinn er svona ef hann væri aðeins verri þá var hann óættur en hann er alltaf læg sleppur og þetta er alveg geggja, það var að frílóta hann maður og veist fá sér Baileys og þetta er bara geggja Ég var að koma ón á Keflavík, ég var að skuttla dóttur minni, það er líka mjög furðulegt einhvern veginn að skuttla barninu sínu á vitnir ævintýra maður hvert er hún að fara? Til Bandaríkjanna í 10 daga það er svoleiðis kemur svo aftur og fer svo aftur út taka annað ár í skóla þetta er maður er alvöru öng þegar maður er að skuttla börnunum sín til útlanda en svona fyrsta sem ég langar að ræða vikustráka það er stórmót í gangi það er HM er það að fylgjast eitthvað með þessu? Já, ég er að fylgjast með sko þess vegna mætti ég þessari treyju Marseille treyjunni sko, hvað ár gerðu þú aftur, Joey? Ég er 92 hvaða stórmót er svona fyrsta stórmóti sem að kemur upp í huga þinn? Var ekki HM 2002 Já, í Kóreu og Japan Já Varst þú 10 ára? Já, var það ekki þegar Beckham var snúðaður? Jú, gott ef ekki, og fekk rauðaspeldi hérna á Argentínu Jú, og sem skoraði líka, hann kom þeim inn á móti með aukaspilnum Á móti Grikklandi, já Ég held að sé bara það sko Já, þú ert 10 ára, en þú Danni? 94 Já, H94 Let's go Já, sko, EM 92, það er Danir unnu Manstu eftir því? Já, var ættamótið maður trildur Já, það er einhvern veginn minna, sko, EM 96 er mjög sterkt hjá mér þegar ég er 12 ára, það er mjög sterkt ég bara var að velta fyrir mig, þú veist, allir krakkar á þessum aldri séu að upplifa það eins aldrei að krakkar, þú veist, 10, 11, 12, 13 upplifa þetta eins og við upplifum þetta Ég veit það ekki, er það ekki alltaf bara eitthvað í neyslu eða eitthvað Er það staðan í dag? Nei Nú ert þú svona tengingu við unga kynslóðina er það kannski? Nei, ég held að það sé ábyggla að þú veist, ég áleg strákurinn minn er 5, að vera 6 hann er ekki alveg komin á, þú veist en við nýmur sem ég aðeins eldri börn þau eru alveg spennt fyrir þessu sko Ég er samt að pæla sko út af því að það er svo ógeðslega mikið í sjónvarpinu og í kringum okkur þegar við erum yngri þá er þetta einhvern veginn
þetta er meira moment sko. Já, það var ekkert annað, þú veist, það var ekkert hvað sem í sjónvarpinu á daginn. Það var Stranger Things ég horfði stundum bara á, þú veist, mönnum alltaf að dagskráin var svona, stillimynd, ég horfði bara þessu 3 tíma, sko. Já, það var feitt, sko. Ég horfði á sjónvarpsmarkaðin, kennarverkefli, ég var í 7. 8. bekka eitthvað. Þetta er sjónvarpsmarkaður Já, þetta það er bara hann, sko. En hérna, eitt með HM, ég veit ekki hvort að Danni getur sett það inn eftir á, en logoið á þessu HM, þetta versta logo? Já, þetta var eitthvað svona, þú veist, já, þetta er svona smá eins og að tala þú veist, klæðningin á nýju íbúðunum í Sunnismára og eitthvað svona, þessi klæðning sem sett á allar byggingar í dag, allar nýbyggingar, sama klæðningin, þetta er svona smá eitthvað logo útgáfan af því, sko. Já, þetta er hérna, má ég sjá þetta? Þannig, þetta er svona, þetta er HM byggarinn á 26. Það er einhver auglýsingastofa í London, geðveik auglýsingastofa sem við fengið svona miljard fyrir eitthvað pælingar. Þegar við að fljúa á milli, skilur út allt og þegar við að komast þessar niðurstöðu. Já, mikið að fundum, sko. Já, sko, því að málið þú veist, hérna erum við með síðasta stórmót sem var í Norður-Ameríku. Ok, sýndu HM í Bandaríkjunum, hérna. Ok, let's go. Þetta hérna, þetta er logo bara sem þorir að vera til. Hérna, þetta er bara bandaríski fáninn, bara velkomin, bara fótboltinn hann í staðan fyrir stjörnunar. Þetta er logo sem þorir að vera til. Sko, mesta logo, þetta er alltaf handbolta, það er HM95. HM95 er geggja logo. Það er logo, munið þegar höllin var máluð í þessu logo og bara fekk að standa í þessu 5 ár. Já, og það er alltaf sko, íþróttahöllin á Akureyri er ennþá með þessu logoi bara innan sem utan. Það er bara... Hver gerir þetta? Það er ennþá myndir af Talant Dutschibæf sem var að keppa þarna á þessu móti, sko, á veggjanum. Það sem ég tek eftir, sko, með þessu móti, en að núna, hvað þessi stadiums eru fucking rugglaðir. Og allir skjáir þarna, þú veist, þetta er eitthvað, þú veist, það er alltaf með, þetta er stóri skjáir, þetta er 2-falt, sjáu það, svo stadions 2 og bara, sem ég veit, þetta er allt einhverju, hérna, er ekki allt einhverju, hérna, NFL? Já, eitthvað af þessu bara fjölnótaða velli, sko, og það sem Kanin er alltaf búin að mastera er þetta svona, líka koma fólki inn og út rætt, sko. Ég hef verið, þú veist, í úrslitum NBA í Boston og höllin þar er ofan á lestarstöð og 20 mínútum, þú vorum að tala pökkuð höll, allt pakka fyrir utan og 20 mínútum var maður komin aftur inn á hótelherbergið sitt og því að maður bara falla bara beint niður í lestina og hún bara tók alla og afstæða, sko. Sko, ég væri svona, hlusta á eitt rappara sem heitir hérna Fat Cat, rúlaði mig með J Dilla og hann með lagi VIP in, VIP out. Það er koncept að fara VIP inn á stað. Það er eitt, skilur við. En að fara VIP out, sko. Það er betra, sko. Hvernig er VIP útliðin? Það er bara eitthvað svona, Joey, þú veist, þú er náttúrulega upplifið þetta. Þú veist, það er bara, þú veist, það er bara svona rúlar út, þú veist, það er bara svona algjörlega, bara svona, þú veist, já, ég myndi, eitthvað svona, ég sé það svona fyrir mig eitthvað, þú veist, þetta fara að gera með eitthvað svona, eitthvað baka til, eitthvað svona bara, og þú veist, það er engin, þú veist. Það er að ringja, hérna, já, þú veist, það er hérna, sko, já, VIP out, það er einmitt að rúlla einhvern veginn að fara smúð út, sko. Harðasta VIP entra sem ég hef séð var í New York og ég var að fara á hérna, er hérna eitthvað trubla síminn? Nei, það er ekkert trubla. Ekkert trubla. Það kom eitthvað suðið headphone? Nei. Sko, harðasta VIP dæmið sem ég hef séð á bara minni ævi. Þá var ég í New York, fara okkur bara mjög fínan klubb og... Hvaða klubb var það? The Marquee. Já, ok, ég veit, hérna, Drake við tala um þetta í læginu. Já, og þetta var á mjög góðum tíma, krónan var mjög sterk akkur dólarnum og þetta var mjög gaman að vera til þarna. Og við erum sérst að fara inn hana nokkri félagar. Og klúbburinn er náttúrulega við, það er svona einhver 4 akarinn að breiðgata hana og það kemur bít, bara mjög flótu bít, sem leggur sko ekki á akarinni við hurðina, heldur sko á miðri götunni og bara út úr bílnum og bara bílinn var bara þar. Það var að Steve Francis, leikmann New York Knicks, sem var þá launasti leikmann New York Knicks. Og ég hef aldrei, þú veist, hann rölti, sko, þú veist, það var það mikið krát og þetta var eins og Móse, Rauðahafið og hann í gegn og svo sat hann á einum stað þarna við dansgólfið og það var bara röð af kvenfólki sem vildi hitta hann og það var bara einföld röð. Og varst þú með borðið það? Ég var ekki með borðið, nei, ég var ekki svo frægur. En þetta var, ég hef aldrei séð jafn mikið VIP eins og þarna. Ætlaði hann að fara VIP out? Pottjett. Ég skal posta þessu lagi hérna á Instagram fyrir fólkið.
Hvað er mest VIP sem þú eru rúlað inn á stað? Ég veit að Jóar nefnir farið VIP inn út allt, sko. Sjallanum. Já, já, það er alltaf hefur aðalega verið hérna innanland, sko. Nei, þú veist, ég átti alveg gott moment í fyrra, sko, á hana Klamadíukastalinn í Köben, sko. Rust? Hann er Show Pavilion, heitir hann, kallaði Klamadíukastalinn. Ok. Það sem ég mætti, sko, við mættum, Birnir var að spila og við fórum sér nokkri félagar eftir það, sko, á Klamadíukastalann og ég var í geðið eitthvað miklum gýr, sko, bara glæni pólóból og bara, það var bara svona, það bara lag af mér, þú veist, og ég bara mætti og það var bara Was drippin'. Ég var drippin', sko, og líka bara með svona drippin' demeanor, sko, það var bara, viðmótið var bara ósnertanlegt, sko, og ég kom og það var bara pökkuröð og ég með seiðkallinum og Palla K og einhverjum góðum homies, sko, og það var fyrst að bara þeir koma og bara, við erum aldrei að fara inn, við erum ekki að fara inn og ég bara, sko, þau vilja að við séum inni, þú veist, þau vilja að hafa okkur inni núna, þú veist, við eigum að vera inni, það er bara í allra bara almanna þáu að við séum inn á þessu stað núna og ég, talaði vel að félagi minn sem þekki ekki að stelpu sem, vinkun okkar sem þú veist, eitthvað svona tengst staðnum og ég bara einhvern veginn bara fer bara í eitthvað gýr, þú veist, og sem bara eitthvað kemur bara já, bara opna sinna bara, og löpum inn og félagið mér sagði bara þessi hafði verið að kynnast bara í þessari ferð bara, ég mun fylgja hvert sem Mest VIP sem ég hef farið inn er á Old Trafford og það er mjög fyndið, ég var með svona 12 goons á leiðinni inn á svona þú kaupir svona matchday experience og þú farið eitthvað steak og það kemur eitthvað Old Legend, það hef ekki farið á og við erum bara bíðandi og sko það er svona 25 metrar og það er bara hópurum minn og við erum sko 10-12 gaurar og það er eitthvað gaur, dýraður sem horfir beint á mig svona, bendir svona á mig þú inn og ég bara svona ok, hann er ekkert annað mig gerir þetta aftur og ég er svona eða bara þið verða það 1.000.000 mannsarna sko. Síðan í þriða skipti gerir þetta bara hann er bara og ég bara fer einn frá hópnum minnum og lappa hverja 20 metra og hann bara patta mig inn ég beði svona 40 mínútur einn og strákarnir kom inn og þeir voru bara hvað var, ég hef ekki fengið útskýring á þessu máli ég var ekki í fínum fötum, ég var bara í treyju sko. Já maður er bara þekktið fokkin nafnið sko. Og hérna ég kannar sé að kom hann Old Legend Frank Stapleton munið drónum leikmaður Arsenal United og hann var svo leiðilegur við vorum bara getur Frank Stapleton bara farið þetta var rosalega maður Ég er þetta að segja, það átti ég annað svona VIP inn sko á þá vorum við Sturla Allarsson að spila í Chicago á svona Taste of Iceland, eitthvað svona Icelandair dæmi og Hvernig líði mætir á þannig dæmi að núti? Þú veist, við vorum að spila á einhverjum klúbb og þá bara svona þegar gig og þá kemur bara svona variety að einhverju liði þú veist sem er svona þú veist, þetta er svona bransa adjacent dæmi sko en sem vorum með annað gig í einhvern svona risa stúdíukomplexi sem Chance the Rapper og eitthvað svona liðir þú veist, með því að halda þetta er alveg svona mörg hundruð stúdíu þú veist og svona sem Hafnar House dæmi þú veist sem er bara eitthvað stúdíu og við fórum inn og þá bara að gera soundtracki fyrir hvað þetta fyrir Power þetta er 50 Cent var bara eitthvað klára þú veist eitthvað soundtracki þar eitthvað svona og þetta var alveg eitthvað svona eitthvað feit stemning sko og síðan spiluðu við inn í eitthvað svona einu herbyggi þannig í þessu stúdíukomplexi fyrir eitthvað svona stjórn þessa komplex og einn gaur þar var sett líka í stjórninni á að nýja stadiumni hjá Milwaukee Bucks Og hvaða lag tókuð þið? Við tókum bara eitthvað San Francisco og tókum bara eitthvað lítið gig bara fyrir þú veist, þetta var bara inn í bara fundarherbyggi þú veist og síðan eftir giggið og voru eitthvað fyrir utan og það var gauður sem eitthvað svona, viljið þið ekki koma að leika og þeir svona, jú, fucking til ég að koma að leik og hann bara, já, morgun er bara síðasti leikurinn í gamla stadiuminu, við erum að byggja nýtt stadium og það er síðasti leikurinn á morgun þannig að við tökum bara Uber frá Chicago til Milwaukee og förum bara í svona box seats með þessum gaur og einhverjum execs og horfum að Bucks spila í man ekki á móti hverjum og þú veist, þau voru komnir í players þú veist, Janis var hvíldur þú veist, en við sátum samt að það kom bara svona, síðan kom svona cake cart bara eitthvað svona, bara American bara kökur, on kökur þú veist,
Sko, ég með 2 pælingar út í þessu. Fyrsta lagi, hvað maður lengi í Uber á milli Milwaukee og Chicago? Vorum svona eitthvað 90 mínútur eða eitthvað. Okay. Og nummer 2, þú ert að taka þeir að gigga þarna fyrir einhverja XX inn í einhverju skrifstofur í mig. Maður einhvern tímann í þessu ferli, þú veist, svona einhvern veginn, ef þú segir svona meðvitaður sjálfan sig, skilur ef maður sem bara, hvað fokkanum ekki, eða þú veist, ertu bara alveg í einhverju maníu eða skilur í mómentinu? Já, ég var alveg, þú veist, ég var alveg svona einhvern veginn að ég er alveg að eiga mörg svona mómenta sem ég er ekki svona, hvað er ég að gera núna, þú veist, en ég er alveg að ná að helga mér að freka vel að vera bara svona, ég á að vera að gera þetta núna, þú veist, ég er bara, þetta er það sem ég á að gera núna og fólki er komið til þess að, þú veist, fá þá upplifun, þú veist. Já, ég á eina VIP sögur líka. Ég var svona í Boston með frikkavinnum mínum og Hildi vinkonum minni og já, gaman að fólk viti það. Og já, ég var þar og það var gæði gaman. Og við vorum að sjá Dór og Hildi Björns. Já, þetta var Frikki Dór og Hildi Björns og við erum að sjá Questlove DJ. Questlove var að DJ og ég var eitthvað 23 minnum mig. Og við erum bara svona gómar, bara förum, bara borgum, bara alveg dýrt inn og þetta var svona alltaf lagi klubbur og það var að spila bara eitthvað good shit og síðan svona VIP section sem svona aðeins ofar og það svona, þú þarft að vera, þú veist, þú sérð allt sem í gangi en þú ferð ekki farað inn, þú veist, það bara girt af með svona og alveg stórt samt og þá kemur J Electronica og Erykah Badu sem voru saman þá og þú veist, ég er bara eitthvað gómur frá Íslandi, skilur við, og ég sé þau eitthvað, þú veist, ég er að labba svona og þau eru svona, standa svona hinum með við glerið og ég er svona, hey, kemur Jay, we're from Iceland hello, you from Iceland og ég er bara eitthvað, yeah, bara, come og ég bara, horfðu bara, hey, það sem þið er að gera núna fer með okkur að, dyraverðinum í VIP-sektorinu leiðir okkur inn, tekur mig að rútskrúinu Erykah, hann heils my girlfriend Erykah Badu og ég bara ekki vera fucking lúðar í fucking 1 mínútu please og Black Thought Jay bara, hér er vín bara við fórum úr því að vera gómar með að borga $20 drikk ég að sitja með rútskrúnu og J Electronica og Badu og ég veit ekki hvernig það gerst bara svona akkurat þess að ég listi og við vorum með svona 3 tíma Questlove var DJ og ég var bara eitthvað og Jay var svo góðu gaur, J Electronica, að það var eiginlega bara ótrúlega. Ég var með númina svo var ekki ofmætti, ég ætla að fara að hitta hann fara með til New York daginn eftir og þetta var bara svona vildabönd fyrir hann sko. Þetta var bara svona, þetta er bara ég að gefa tilbaka. Þú hefur þú veist, þetta er á lífið þetta er bíómynd. Þetta er hvað var aftur sagan gamla kallinn sem að fór á elliheimilinu og það er bókin sem er svona Forrest Gump. Upp. Nei, maðurinn sem gamla maður sem rúla út úr gluggann. Já, eitthvað slúðis, geggjubók. Hann bara svona fer einhvern veginn af elliheimilinu sínu og svo er hann bara einhvern veginn alltaf á réttum stað. Er þetta ekki Helgi á Bryggju? Og þetta er lífið hans annað. Þú hefur verið bara með ótrúlegustu röppurum. Já, ég hef líka alveg verið með botninum, sko. Hey, good with the bad, sko. Já, ég hef alveg, ég chilla með einhverjum liðin, ég hef líka chilla með ykkur. Já. Það er gaman. Já. Gaman að vera með ykkur en þú Kjæri, þú er náttúrulega núna þú er náttúrulega verið að taka viðtölu sko, þú fara á Manchester City leik og eitthvað ekki Jú, þú veist, kannski gegnum það hefur maður upplifað eitthvað svona, einhver mómenti þá maður bara, þú veist, einhvern veginn í einhver hlutur ekki sem einhver fjölmiðlamaður, sko, ekki maður sjálfur þú veist, að verið, það var eiginlega svona áhuga, skemmtilegast það voru úrslitin í NBA 2022 það var, þú veist, COVID er svona að klárast, þannig að það er grímuskylda og við vorum með út í að þetta var einhvern veginn aðgangurinn, vorum með, þú veist, ég var að vinna sem hitt á Stöðtusport heitir núna Sýnsport og við vorum með réttin á NBA þarna og það er rosa sterkt samband á milli Stöðtusport Sports og NBA Stöðtu var fyrsta eða þriðja stöðin held ég utan Bandaríkjunum sem sýndi NBA live það er svona legacy pælingar og svo erum við það sem ég kalla National Broadcaster á okkar landi þannig að þú færður svo góðan aðgang þannig að það er með eitthvað svona passa sem að er í ákveðin lit og svo er þetta bara með grímu
þannig að minn passi var eins og ESPN passin þannig að það held allar að ég væri bara einhver ESPN TV sko. Þannig að það kom fólk mjög vel fram með mig en það var því að það held að vera ekki ég sko. Það held ég var einhver annar En talandi það, þá erum við með Teygja hérna. Og þetta er í síðasta skipti sem þessi posi verður í setinu þeir fá nýja posa þeir fá flottari posa Teygja fyrir Teygja og þau, fyrir ekki alltaf þeir ég verð að bara bæta mig sem manneskum eru að lánsa bloggi hérna sem við tölum síðasta þætti með Kjötborg Kveðja Kjötborg þannig að Teygja er að fá nýja posa við ætlum að taka hennan í burtu það verður klöppin fyrir þessum posa En já, tjekkið á teygja.is, það er bloggið með Kjötborg og veist að þú gæði Kjötborg eða? Já, ég til dæra nýfluttu bara hliðan á Kjötborg Það er svoleiðis? Já, og ég var með eitthvað teiki, kom í þessari búð og ég var eitthvað, hvað fucking rugglir í þessari búð maður? Já, það var versta teik sem ætti að koma með Nei, þetta er náttúrulega bara geðvægt, þú veist, það er geðvægt að svona búðir haldist svona lengi, þú veist, og þannig að þú veist, fór bara í hana bara rétt áður hann lokaði, sko og þannig að Hvað keyptir þér? Ég keypti mér bara gúmmí sko Það er svoleiðis? Já Við vorum að ræða þegar ég fór að pikka hann upp á Brávallagötuna þú veist, keyrðum hann fram hjá í hverfinu hvað þetta er þessi hverfi sko hvað þetta er samfélag sko þetta var hverfin voru alltaf heimarnir sko þú gast bara einhvern veginn verið sustainable inn í því sko Já, og maður sér það alveg á krökkunum sko það er svona, þú veist það er þannig fílingur sko Þau eru ekkert að leika sig bara með spautunalár og stöðmælisættir Nei, þú líka fær bara stöðmælisættir í síma núna sko þannig að getur þess ekki leikið með þér sko Já, allan Teygja fyrir klúbbin, Teygja fyrir samfélagið tjekkið á Kjötborg-blogginu Herðu, en Joey sko, ég fór og ég hlustaði í gær á eitt af mínum uppáhaldslögum sem er ekki fyrsta lagið er það ekki fyrsta lagið? Sæfirinn? Já, Jú. Það var fyrsta lagið mitt og herra byrjar þú ert með vörs nummer 2 og fyrsta línaðin í íslensku rapp er vini mínir stund að glæpi Hvaða vinninu voru þetta? Hvaða ári var þetta? 2017 Þetta er 10 ára næsta ári 10 ári leiknum Hver var pælingin að hafa herra með fyrsta vörs? Þú veist, við bara vorum að þú veist Það er bara röðundar sem tekinn upp í það? Já, þú veist, ég minni það sko þú veist, við vorum eitthvað í þessu sessjoni ég, hann og Birnir og Nasreth og hann bara byrjaði þessu þetta var bara eitthvað eins og fucking skoteld byrjun sko. Við erum hip-hop sagfræðingar þetta er ein besta frumraun Nei, ég man, þú veist, ég var líka að kynnast Joe þessum tíma og ég man, þú veist, ég var að koma og ég sá Flóna í fyrsta skipti, ég var að heyra bara hvað er þetta? Það er svo gaman, skilur, því maður þekkt alltaf alla og það var bara eitthvað nýtt sound sem ég var engin, skilur, maður var ekkert partur í þessu skilur, maður var svo gaman að var eitthvað sem ég var bara, hvað er þetta, hvaða sound er þetta, þetta er eitthvað nýtt, þetta var geðið sko, og líka bara Costco-vídeóið. Já, þetta var alveg svona kjörnun sko. Já, þetta var anthem, svolítið, svona anthem of a generation pínu. Já, ég myndi alveg að segja að þetta lag hafi svona skilgrinni þennan tíma sko, þetta var einhvern veginn svona, þetta var alveg Og núna 10 árum setna, hver er reynslaðin af bransanum? Hvernig er að hafa verið í tónlist í að verða áratug? Þú veist, það er rosalega margt búið að breyta sem er, þú veist á þessum tíma þá bara settum maður bara Twitter, bara pop-up tónleikar í Makklandi morgun og bara mætti bara, þú veist pakka, þú veist, ég myndi segja Twitter núna bara eitthvað þannig að tónleikar í Makklandi morgun myndi bara ekki segja bara eitthvað svara með mér N-orðinu það sem myndi gera það myndi gauð bara eitthvað að tala um hana bara eitthvað white replacement theory bara eitthvað, þú veist það var þessi tónleika að vera psyop já, það var fyrir að psyop, þú veist það sem er náttúrulega búið að breytast, þú veist, er náttúrulega að það er svo ótrúlega mikið frambóð af músík núna og það sem er svona já, er svona það sem, þetta kemur svona dálítið inn á söltun vikunni hjá mér sko í boði saltverk sko og þú veist, sölturinn kom smá inn á, þú veist, þetta er alveg smá öng take sko, en ég er alveg í öruggu rými fyrir eitthvað öng take sem en þú veist, það er svona, þú veist
það er svona ofgnótt, ég sé þetta mikið, ég er tölur á TikTok, fylgist alveg með, þú veist, það er alveg tiltölulega svona tapped in ang, sko, en það er eitthvað svona ungi strákar að tala eitthvað svona ást og klúbbin sem ég veist einhvern veginn vera svona eina stefið í svona mjög mikið að svona, það er, þú veist, koma kannski út 10 nýju lög eða eitthvað og 9 þeirra eru ungi strákar að tala eitthvað, ég sá þig á klúbbnum eitthvað svona og ég er eitthvað svona það, ég var alltaf að hugsa þig og þú varst alltaf að hugsa mig eitthvað svona og það er eitthvað eins og ég sé bara svona 20 orð sem er í þessum póka og síðan er bara eitthvað klúbburinn, þig, mig, hugsa ég tengi fáránlega Færis bestu voru fyrstu til að tala að klúbba á Íslandi höfum það að reyna 2001 sko þú veist ekki eftir klúbbum að snæða humarsúpu þú veit salta sérst að menn sé að tala ástölu á klúbbnum ég er bara svona aðeins að salta þú veist, og þetta er svona þetta ætti kannski ekki að vera söltun sko, að því að söltun er náttúrulega svona þú setur salt í jarðveg til að drepa hann sko, ég vil frekar þú veist að setja þetta söltun þú veist í vatn og síðan að finna eitthvað svona að það sem ég er svona smá sakna eitthvað svona aðeins meiri svona innblástur og svona aðeins meiri svona aðeins svona breiðari svona hugarheimur og eitthvað svona hugðarefni þú veist að það er eitthvað en ég hef svo oft hugsað þetta, þú veist, dóttir mín og dóttir mín sko, er náttúrulega að spila hún er jafnkomil Joey og þannig að ég hef verið að hugsa nákvæmlega sama þetta er svona mjög einföld rímorð og svo einföld eitthvað þú veist, nú, þú mig, þig og bara mig, þig, klúbbnum með eitthvað svona, þetta dót og ég eitthvað svona þú veist ég hef alveg kíkt á klúbbun nokkur sinnum sko, og þú veist og það er ekkert eitthvað svo rosalega mikla ást að finna þar sko, þú veist og það er eitthvað neginn og líka bara þetta þú veist, þetta er aðeins svona dýbra angteikar eitthvað svona eitthvað, þú veist what do you know about love þú veist what do you know about club sko, ég ætla að salta eitt aukasöldin ég ætla að salta ég er að sjá svolítið á Instagram að fólk er alltaf að segja sér frá date með barninu sínu date með þessum ég ætla bara að segja date er þegar þú fer á fucking date sko. þú veist að ríða þú veist, þú ert að fara á dvæn og dæna og gera eitthvað á klúbbnum ást ekki fara á date og segja með barninu eða vininu eða mömmuinu eða eitthvað veist, höfum bara date sem date ég ætla að salta þetta hætti þessu klapp á sjálf þetta bara the sanctity of the date sko. Er þú með eitthvað söltum, Kerry? Álulegt niðurhald sko nei, ég er ekki með neitt svona myndi ekki stela bíl nei, það er gott mín söldun er rosa víðtæk sko. hún er eiginlega bara á allan nútíman, ég er búin að vera að hugsa seasonal bara seasonal jávein sko. ég er búin að vera ég er búin að vera að hugsa nefnilega bara tíma sem við erum uppi á núna og það er 10 ár síðan Joey byrjaði tónlistinni og það er margt sem hefur breyst á þessum tíma sem þú segir, og líka bara einhvern veginn í tíðarandanum og þú veist með eitthvað svona creative rými og þú veist með markaðsrými og svona þú veist eins og þetta hefur oftast verið þú veist þá er þetta svona creative rými kemur á undan og markaðsrými einhvern veginn eldir og þá fer creative rými og þú veist finnur sér nýjar leiðir veit ég hvað að fara? Það er svona alltaf einhver ísbrjótur og svo kom einhverjur í kjölfari sko. Skotspót hugans já, og svo koma svona punktar þar sem að tæknin peningarnir og listarýmið er einhvern veginn að mergeast á einhvern hátt þetta var ógeðslega mikið sko, þú veist eins og ég er að fara mjög langt niður sko. En platanast Trick Daddy heitir www.thug.com og þú veist, þá er listin einhvern veginn tæknin og tæknin, þú veist, er orðin partur af listinni og við erum á þannig tímum núna þegar þú ert með AI í bóluna sko, að þú varst með, þú veist þegar neti var einhvern veginn í árdaga þá var það ógeðslega svona stór partur af listsköpun og Wu-Tang á 2-falda plötu og helmingur af annarri plötunni var einhver svona digital plata tölvuleik og núna ertu með, þú veist, þetta er svona, við erum á finnst með svipum tíma og svo það sem kom í kjölfarið á því að listamenn voru á sviði var, þú veist, að hétu öll fyrirtæki á Íslandi .is og ég held að séum að byrja einhverju þannig svona bólu það er mín söldun. Það kom hérna gæja mér þegar ég var svona 12 ára og sagði mig að alnetið
væri mögulega að vera stærri en interneti sko. Nei, þetta er líka eins og þú tala þú veist, að það er einhvern veginn svona þú veist, það er allt orðið að sama bara vellingnum, þú veist það er einhvern veginn svona þú veist að sem maður sé að fara en þú veist, eitthvað bara súkkulaði plata ársins eitthvað, þú veist, eitthvað fyrirtæki þú veist, fyrirtæki eru svo, þeim er svo andum að vera með í þú veist, the cultural conversation, þú veist þannig að þú veist, það er ofta eitthvað svona því það er value í því, það er value í því, þú veist en þá er einhvern veginn svona, þá finnst mér einhvern veginn svona þú veist, þá er alltaf mitt inclination sem listamaður er bara svona, ok, búf þú veist, bara, þetta er þú veist, mér finnst það svona, það er eins og svona þú veist, þú fær að taka eitthvað úr sambandi þegar einhvern veginn markaðurinn og listin er öll komin einhvern veginn í sama í sömu sæng og einhvern veginn þá einhvern veginn er ekkert sexy þú veist, það er ekkert sexy eða eitthvað svona þú veist, ósagt eða eitthvað svona á reiki þú veist, það er allt bara eitthvað svona það er bara allt hérna, þetta er allt bara svona og það er til sölu, þú veist, þú getur fengið þetta og það er allt up for sale þú veist, og ég vitnaði náðu, Dagur Hjartarson skáld sagði sko, við lifum á tímum Bróðir Bangabói við lifum á tímum þar sem að fyrirtæki reyna að vera manneskjur og manneskjur fyrirtæki man ekki nákvæmlega hvernig að sagði þetta en þetta var svona inntækið og við sjá, sko, ég man það var einhver grein einhvern tímann í fréttaflan einhver hagfræðingur, ég man hvað þetta svona þetta hefur verið svona 2012-13 eitthvað á þeim tíma ég man hvað þetta sló mig, það sem að var segja basically, þú veist, þú átt ekki að slá garðin heima hjá þér Þetta fyrst sem ég lærði í viðskiptafræði og David Beckham að slá sinni eigin garð þetta er svona þannig pæling sko og ég áður fyrir það var þetta bara einhvern veginn sjálfsagt mála bara fólk sló garðin sinn það var bara partur að vera einhvern veginn eiga hús var bara að slá sinni eigin garð Já, maður ekki gera það Nei, þú veist, hann var að segja bara basically ef að tímakaupið þitt er meira en þetta þá áttu bara að kaupa, þú veist, það var pælingin sko og á svipuðum tíma þá gerði ég skrifaði grein sem var eitthvað rætt sko, það sem ég fann einhverja svona svipaða grein í Bretlandi og heimfarðan eða fann svona rannsókn að ungt fólk var að hætta að elda heima tók viðtalið Bent og Margaret Edlu Mock og það sem að þau voru bara að tala um að borða það er svona þverskurður á samfélaginu og þau voru að borða mikið úti sko, þú skilur bara og þetta hefur svo komið á daginn sem fólk okkar aldrei eldi svona 80% minna en foreldrar okkar gerði og svona, þessi hugsun sem er komin einhvern veginn í allt að við erum svona við erum að hámarka ég veit ekki, hámarka tíman okkar einhvern veginn við erum að optimæsa allt einhvern veginn og líka bara eitthvað svona þú veist Tim Dillon hefur talað mikið um þetta og ég líka Brett Rommel sem ég fylgist með hann var að tala um þetta þú veist að núna eins og þú veist, júní að klárast Pride Month að klárast einhvern veginn og bara hvað þýðir það að bankin sé gay, eða þú veist, hvað þýðir það þegar fyrirtæki er eitthvað svona við erum líka gay, maður er eitthvað hvað þýðir það, þú veist og þessi svona, þú veist og þetta ekki, vinkonum með sæktum hann, hún þú veist hún er samkynnið og hún var eitthvað, akkur er allir svona keppast við að eitthvað að þú veist að vera samkynur og vera hinsegin að það sé að það sé jafn því að vera, það vilja allir fá að vera eðlilegir eða þú veist, það er einhvern veginn svona það er eins og sé alltaf að þrengja allt nýr einhvern veginn söm nýr í sama þannig að allt passin í sama ramma, þú veist og þá verður allt bara svo ógeðslega lame, bara eitthvað og fucking og lítið sexy, þú veist og svona spennan fyrir öllu einhvern veginn og maður er bara að skróla já, þú veist og ég þarf að gefa shoutout á hana miðillin.com nýr miðill sem var að fara af stað og ég er búin að vera þeir eru með samfélagsmiðl líka inn á miðillin.com þetta er svona sem í grínfrétta síða sko, það er alveg góðar finnar svona onion-esk greinir annars miðillin.com og ég er búin að vera eitthvað svona þú veist, ég kannski er að eyðileggja þetta fyrir mér að vera að tala um þetta en að það kemur svo kannski mikið af fólkinu á samfélagsmiðlin en þú veist ég er bara svona, það er núna hópurinn inni sem er bara, maður er að senda bara tweets basically, þú veist og það er svo gaman þegar maður svona eins og Twitter var í gamla daga sem var eitthvað svona, þú veist, eitthvað conversation eitthvað samræði í gangi, þú veist núna bara eitthvað, eins og það byrjar nýjan Twitter aðgang X aðgang, bara eitthvað í incognito, þú veist, það fyrst sem það færið bara eitthvað Musk tweets, þú veist það er svo, mér er svo svona þú veist, það sem er stemningin er svona flatneskja, svona menningaleg andleg, félagsleg flatneskja og allir einhvern veginn einir í sínu, svona, ég er að
gera þetta ég að bera með fyrirtæki Ég var nefnilega að hugsa, því að við Danni vorum aðeins að ræða í bílum hérna, en Danni þegar við áttum með day of fun í kringlunni með Hjalta og Two Guys, það var geggjaður vorum á te og kaffi, smökkuðum alla cold-brew-drykkina, öll cold-brew-kaffin Yusuf, hér kastu einhvern hjá okkur Já, við ætlum að tala sem sko fyrirtæki sem á allt þessi sölu te og kaffi, farið og er komin í 9 drykkir, cold brew það er klassiskur, það er Yuzu það er appelsínu, við fórum og smökkum þetta allt Yuzu er bestur og ég var í gær ég og Kristi Marja Dýrferð hjá te og kaffi, við bara lögum spilin á borðið, tókum okkar drykki, riðast okkar kaldir á okkur fórum yfir þetta og bara ég sagði henni bara Yuzu er bestur sko þannig að ég vil bara gefa shoutout á te og kaffi, farið á te og kaffi síðan á, notið betri en flesti kóðan Þetta mjög fitting hérna inn í samræðunar en þú veist það er ekki það að maður sé eitthvað móti fyrirtækjum þú veist, mér veist bara, eins og ég farið mikið á te og kaffi og mér veist bara líka leiðilegt að sjá þú veist, þegar loka kaffihúsin í bæi og svona, þú veist eins og þess að tala um að fara eitthvað svona kringla sem eitthvað samfélag, þú veist þess að þegar maður í bæi núna og það er bara eitthvað fullt eitthvað búðum sem er að selja eitthvað drasl, þú veist, og sem ég engin kaffihús eftir og bara eitthvað te og kaffi eru með hvað, 2 aðna ekki? Jú, te og kaffi, þau haldur sér niður sko. Ég ætla að gefa þig cold brew eftir það Yuzu, ég svo til farið og talum líka fyrirtæki þá ætla ég að gefa þig líka gjöf áður að förum inn í bílvikun ég færa sjóðan shit ég ætla að færa bílasölu Reykjavíkur húr Ég var með hann í gær, ég var á leik í Mosó voru á dóttir mér að gefa Þetta er sko þeir sem er ekki að horfa sumt er bara fer fólki betur en öðrum ég leit ekki svona út með þessa húi en já, förum í bílvikunar Joey, ágættu bíl eftir núna ég er á Tesla það er svo leys Model Y, já, en ég er að fara að selja hana ok, þá fyrir að er í nóginni á bílasölu já, ég er in the market for a Corolla sko, ég geti eitthvað gamla Corolla sko Já kíkjum á hvort það hætti sér okkar fyrir þig og það er Já, ekki kóla það er Mercedes-Benz G-Benz 580 AMG line 26 790.000 og ég skal eiginlega vega á það ef þið byrðir flesti kóðar þá væri allan að miljón af já, 26 hann skoðar skipti ódýra ok þetta er gríðarlega vel útbúðum bíl með G-Turn, hafið þið séð G-Turnið þá getur þú snúa hann bara staðnum G-Steering, ég veit ekki hvað það lítur að vera eitthvað tengt í bara já, myndi alltaf það og hérna það er svona drop it like it's hot stýrið hérna já. Og hann var skráður 30. júni 2025 nei 26 Já hann er búin að kerja 12.000 á sölu sko, hann er sko, hann er hérna nýskráður í september 2020 Ramax 5 manna þetta er ekki að ykkur ef þú væri með, þú væri að kera mætti ekki 4 í einan bíl 4 einan bíl fyrir að kera til Akureyrar og bara 4 bara dead or alive eða bara já, dead or alive ég myndi taka Mike Tyson ok ég myndi taka sko, Pamela Anderson og Tommy Lee þau voru saman ok, það eru komin 3 og sem myndi ég taka bara já, ég kom með svona smá partystemningu Charlie Sheen ok, Charlie Sheen ok, hver er fram í með þér? Þú ert að kera Charlie fram í með og svo Tyson í miðjunni já ég myndi ekki, sko ég lest svona, ég myndi tala með þetta ég lest svona sætbílstöri í bíl út eitt, Lil Binny hann svaf alla leiðina og frýst alveg með mér í hálftíma svaf hann alla leiðina, en sjáður Lil Binna Lil Binny, ég ætla að segja þér, er eitt vanmyndasti rappar á Íslandi 100% og sko, og ég veit að hann er mjög vel metinn skilur sem það sem hann er en ef þú hlustar sem rapphaus á hann svona alvöru öng sko, sem bara hlusta á bars hann er með fucking bars sko. þeir eru fyndin en hann er fucking góð sko. já, og þau eru djúp sko, hann er með bars for days sem sjárat á Binnan sko. það sem er spinnur vinnur hvaða rapp ólst þú að hlusta á? Ólst þú upp? sko, mitt hvað er marga rappiska? þannig að mitt svona þú veist, ég ætla að hlusta á M&M því á 10 ára þú veist, M&M Show kemur út 2002 eða eitthvað, þú veist, það er hana þú veist, ég eignast hana og þá hana, þú veist, það er alveg svona pivotal dæmi hjá mér sko,
en síðan fer ég að hlusta mikið á rock í kjölfarið og mikið á Nirvana og svona grunge og þú veist, teka eitthvað þú veist, og fer í punkið og svona ég hef alltaf fengið svona frekar gott menningarlegt uppeldi sko, síðan á ég svona þú veist, mitt hip-hop ferðalag hefst í rauninni, myndi ég segja, ég svona tek þetta M&M dæmi út fyrir sviga þegar ég heyri Mad Villainy þegar ég er í, þú veist, 8. bekk og þá tek ég allan, þú veist, Stones Throw katalógin, þú veist, Doom og J Dilla og Madlib og það allt og síðan í kjölfarið þá fer ég, þú veist, kynna mér allan East Coast katalógin, þú veist, Wu-Tang og ég hlusta mikið á, þú veist, á Black Moon, ég hlusta mikið á, þú veist, Farsight. Já, í austrunni mikið. Já, mikið í austrunni, sko, og síðan í kjölfarið fer ég líka í vestið, sko, en ég var svona aðeins meira East Coast. Já, þetta var nú alltaf spurningin í Kanada, ertu East eða West Coast? Já, ég var svona, þú veist, hlusta mikið á Redman og þannig, já, og í rauninni, þú veist, þá byrja ég að hlusta svona. Þannig að þú byrjar að hlusta á rauninni alltaf erlent rap og svo íslenskt. Já, og þá byrja ég líka að hlusta á, þú veist, FL og þannig og síðan kynnist ég Kanye, þú veist Boas sem var að vinna í félagsmyndstöðinu minni í Austó, sko, hann spilaði fyrir mig Shout out to Boas, maður. Shout out to Boas, og spilaði fyrir mig College Dropout þegar hún kom út, sko. Og já, og síðan einhvern veginn bara svona hefur þetta einhvern veginn bara svona fyllt mér síðan, sko, og síðan bara, þú veist, þegar trappið byrjar þá er ég alveg mjög tapt inn í því, þú veist, Juicy J og Waka Flocka og Gucci Mane og þannig dót, sko. Nú er Gucci, ertu hægt að hlusta Gucci eftir að hann, Kom með Rat Allegations. Nei. Sáðu vídeoða þegar sem var að leka þegar Gaurinn með Draco að láta hann skrifa undir. Mér varst Gucci ekkert aðstæðlegur, hann var bara, já, auðvitað, hann vissi alveg hvað var að gera. You got me, bara, þú ert laus undan samningnum, bara. Já, hann sérst var í vesinni með Pooh Shiesty og sem var sænar hjá honum. Pooh Shiesty mætti með alvæpni. Nýkomur úr fangelsi, feð bara, og þú veist, bara under duress, lætur skrifa sig út úr samningnum sínum, bara með hríðskotabeysu. Ég vil lendi í þessu, sko. En talandi að lendi í einhverjum. Ég er að tala Lava. Hvað er heitt með Lava Karendal? Þeir eru bara að launcha núna aukabill.is. Sem kemur sér mjög vel. Þetta er aukabill fyrir fjölskylduna. Já, ég veit ekki, þeir eru að launcha. Og alltaf gera með okkur. Þetta er mjög sniðugt fyrir heimilið, fyrir framhaldsskólana að vera með aukabíl. Já. Mjög sniðugt, þetta er bara fjölskyldan á 1 bíl og svo í veturinn þarf það að eiga 2 með sidechick henda hérna einhver Dacia, litlum Dacia Chevy Sparks Dacia Tiger Hvað er heitt, Jói? Með Lava Karendal, besta bíllega á landinu, eina bíllega sem verið bíllega ársins 2 í röð. Aðmálið, hvað er annað heitt? Með Lava Karendal sko það er spurning, sko. Ég myndi segja að miðli.com væri heitur, sko. Miðli.com Svo ég veit það ekki, það er, þú veist ég er búin að hlusta mikið bara á þú veist ég er ekki búin að hlusta sérstaklega mikið að nýrri tónlist, sko. Það sem er heitt náttúrulega bara, þú veist, það er YouTuber heitt YouTube Premium það er sjóðandi heitt. Já, ég er þar, sko. Það er einn besta ákvörðun sem ég hef tekið er að hafa strókað út auglýsingar þaðan með að fara í YouTube Premium og Danni átti hugmyndina því. Þú finnur eiginlega ekki fyrir þessu nú fara inn á YouTube í öðrum það er ekki 30 sekundu auglýsing og er bara shit og YouTube Premium, ég er mikið að horfa á Trapplor Ross, ég er að horfa á 1090 Jake sem er alltaf að tala um paperwork og ég er bara núna að fara að vinna mikið með paperwork. Ég vil sjá paperwork í öllum áðurinn koma og tala um sko. Og en ég ætla að segja það er heitt að posta á Facebook líka. Ég held að það sé svona að posta bara eitthvað svona frábær ferð að baki og það er eini miðl sem fólk er innlegt á. Þú veist, ef það gerist eitthvað fyrir þig alvarlegt, þú ferð eiginlega meira kannski á Instagram, kannski Facebook posta á Facebook. Þetta er alveg huge take, sko. Ég veit það, og líka sko, hvað er your most prized real estate sem þið eigið í digital heiminum? Hvað er bara ég skal segja ykkur það er coverfotóið það er langstæðsta mynd sem þú getur postað. Já, coverfotóið mitt, ég veit ekki hvað það er. Ég ætla að skoða hana, byrju förum og ég mæl með Adda Joey á Facebook líka. Já maður, Adda mér á Facebook, finnum mig á Facebook. Jóhann Kristoffer
Ég er spenntur fyrir nýju Facebook-myndinni maður. Herru, þú ert með hund og hlýði víði í prófálmynd. Ég er með mynd af hundurinn mínum. En sko, your price real estate það ert ekki með Ég er ekki með kófótó. Ég hlýði víði mynd af hundurinn mínum. Kjartan allir kíkjum á hann, Addi honum líka. Herru, þú ert með mynd af sko bókinu minni. Rein Karfa. Já. Með mynd af Jordan og fleiri. Steph Curry og hvað. Ég fer í svona, ég loka henni reglulega, gerir deactivate sko. Facebookið? Já. Ég bara... Who's the red button? Mér finnst og svo kík ég á þetta og það er bara svona, ok, það er þá bara fólk að rífast og bara... Mér fer aldrei á Facebook. Sjáðu myndina mína. Ég er á RÚV með að tala um Pete Diddy og Daniel Olsson í Sviga, Dan Deluxe, plötusnur og rap sérfræðingur. Það var hringt í mig bara, herru, getur þú komið og tala um Diddy? Og ég bara, já, en ég ætla ekki að láta, típist að ég var að vinna eitthvað staðar í einhverju marketingvinnu og þau myndu að ná mér í einhverju prímálóftúlpu, ég skýta veður eitthvað, já, þetta vissulega er þetta mál hérna. Ég sagði, ég skal koma, ég vil fá 60 minutes stæl viðtal. Þannig að ég sagði, ég ætla að vera í jakkafötum og ég vil sitja í stól, ég vil setja svona í svona mixer fyrir aftan mig, þess að mixa plötu og ég fekk þessa prófálmynd, eða covermynd út úr þessu viðtali. Þetta er svona Vlad TV. Já, akkurat. Já. Ég vildi fá sliðis og hann Oddur Ostrás. Nei, Oddur á RÚV. Já. Fréttamaður. Hann tók mig í viðtal og bara satt svona mótið mér. En eina sem kom satt úr viðtalinu var, já, þetta mál, það mun vindu upp á sig. Þannig að ég fekk þetta. Það var að vera milda dóminn að Diddy. Já, sem betur fyrr. Já, hann er bara out soon. Fyndi að hann 6'9", president of Honduras og einhver kryptókur. Sam Altman-Friedman. Þeir voru saman í jailinu. Já. Þú veist. Og ég var að hlusta mitt á viðtal við 6'9", hann var að sagða bara, akkur bauðst mér ekki þessi part? Já, maður. Þannig að það er rosalegt, sko. Ég er eitthvað íslenskt svona version af Diddy party. No comment. Eftir partí á Dana. Já. Þetta er rosalega lava að komið þannig að við þurfum að fara og nú er ég með gjöf fyrir þig, Joey. Þú ert ekki með úr. Ég er ekki með úr. Hvað er klukkan? Þeir eru með 4 staði, farið á alla, tjekkja á þessu. Ekki þetta úr, þetta er alltaf dýrt. Nei, ég er múrið það er þetta úr. Þetta er sem sagt Casio. The World Time og öllu. The Big Boy. The Big Boy Watch, gjör svo vel. Takk fyrir. Klukkan, tjekkja á því, við erum að fara að gera Stefán á klukkunni sem svona Jacob the Jeweler og líka, ég er að pæla við erum að fara meira að vinna með klukkur, svona sem hanga á vegg. Já, það er auksitt. Sko, ég er, einmitt svona aðeins verið að detta inn í úrapælingar, út af því að og þú veist, ekki þá snjallúr út af því að þetta er eitthvað svona heimur fyrir utan heiminn þetta er hönnun fyrir utan veist, þetta digital dæmi sem við erum í sko. Tímaleysi. Þannig að ég er mikill úramaður og ég er mjög ánægður að við séum með íslenskan Jacob Jeweler. Hvað er drauma úrið þitt? Ég veit það ekki. G-Shock, ekki? Jú, ég er með sjokkarann hérna sko. En bara það er bara ég veit það ekki. Bust down Patek Philippe. Nei, ég er ekki alveg það sko, það er bara eitthvað svona Richard Mille RM. Það er einhver sjálfvirk snild. Já. Það er ég á náttúrulega ég held að sé sko, Danni á eiginlega eitt úr hún sem ég langar í sko. Símasterinn? Það er Omega Símaster. Já, og síðan er ég líka með G-Shock. Já. En farið bara í klukkuna og fá okkur úr. Klukkan er með sko, þeir eru með ég hef alveg kynnt mér mjög vel úrvalið þeirra, þau eru með sko úr sem að fekk svona Óskarinn hjá úrum, eða svona Óskarsverðlaun það var brand allt svoleiðis Jacob Sika hönnun, þetta er svona kínversk úr sem að og þetta er svona hnöttur og svo snýst hnötturinn og þar sérðu tíman þannig að fólk sem að vill fá sér alvöru veitir hvað tímanum líður og velunið úr hvað klukkan slær sko. Já, það er bara gott veður í dag, það er föstudagur, við erum að droppa í gær, ætlum að taka upp, það var stillast fyrir utan, það var framkvæmdir í gær og í dag reyndar þeir eru farnir í báðum fara niður, ég sagði að Joe er að vera að mæta, þau eru ok, get, það eru að vera að gera við blokkina og stúdíu okkar. Ungir gaurar og Stillanssonum, Danni var mættu með drikki út þeirra. Og þeir voru einmitt að gæjast inn í stúdíu og við vorum að taka upp og þetta var ekki hægt, síðan var reyndar allir að taka viðtal við Dóra en hann var svo lélugur neti sko. Það er bara svoleiðis
Og já, sem sagt, hvað á að gera helgina? Herru, ég er að fara ég er að DJ á Prigginn í kvöld. Það er svoleiðis. Það er svoleiðis. Ok, við mæti. Þú mætir. Ég er að DJ reyndar í 5 samali, þar sem ég var beðin að spila Metallica, Nirvana, Led Zeppelin. Nice. Þess að ég sagði líka Lady Gaga, Eminem og eitthvað svona. Ok, fair. Ég er að mixa það. Allar að spila eitthvað þannig? Ég kannski negli eitt Limp Bizkit. Ok. Sko, nú spyr ég bara, þú veist, bara fólk fær danna en segið þið hvað átt að spila. Nei, þetta er bara svona, mér finnst mjög næs að fá bara svona vibe, hann er bara, ef það er eitthvað, þú veist. Það getur sett inn í það. Já, en síðan er, þú veist, þú veist, sumir eru bara, út frá þetta, þú veist, það er, hún sagði sig að leiði þeir bara, þú veist, ég veit alveg hvað þetta gera. En, þú veist, það er alveg gott að vita svona. Það er alveg gott að fá, bara svona á hvaða krát, þú veist, einhver segir að hann vilja heyra Led Zeppelin, þú veist. Stairway to Heaven, bara. Já, bara Heroes í Steven, þú veist, þá er fínt að vita, þú veist, að því maður er alltaf bara að spila á krátið, sem maður er að DJ fyrir eitthvað ákveðu krát og þú veist, það er ekkert gaman að koma og vera að negla í spila eitthvað 6ix9ine og þau vilja bara heyra fucking Stairway to Heaven. Herri, en við þurfum aðeins út í að við erum með Mosagin og viljum fara undir yfirborðið og því að Mosagin er geimt undir yfirborðið svona í tunnum bara út í náttúrunni og það er eins og ef Íslands hiphop var í náttúra þá hafði Dóri og Danni verið geimtir í tunnu áður þeir mættu tónleika af þér. Mosagin. Nei, ég er að segja, þið voru bara búin að vera, þú veist, og þið mættu bara baksviðs á Krestarunum og tónleika núna í bara, hvað var, fyrir jól eða? Já, djúvöldlega gaman. Hvernig var upplifunin, geð okkur 3. persónu upplifun á Danna og Dóra þegar þeir koma inn baksviðs? Þeir komum bara eins og þeir hefðu verið vel gemdir, sko, þú veist, og þannig að Danni náttúrulega var með bara púla upp eins og bara bara með The Margiela Mask. Það voru bara, hver er þetta? Já, var með grímu sem var geðvikt og Dóri bara eins og Dóri er, sko, bara í geggjum gír og þannig að ég var með uppbytunaratriðin sem ég var með á tónleikunum voru, þú veist, það voru 20 eitthvað manns að koma fram í uppbytunaratriðin, ég var með svona, þú veist, svona brótaði best af unga fólkin í dag, sko. Og það var geðveik stemning í þessu baksviði, sko. Það var alveg bara svona, þetta vera filmkrúið, þetta fylgja Danna þangað, sko. Bessi með ras, mættur hann trilltur. Já, maður, og bara allir og amma þeirra mættir, sko. Það var alveg svona, það var yfirþyrmandi mikið stemning í þessu baksviði, sko. Ég man, þetta var alveg ógeðslega gaman, ég var á það, þú varst farin, ég var á það lengi, sko. Ég bara fór ekki úr þessu baksviði, sko. Og, þú veist, við erum bara reyna, sko, að koma Mosa sem svona rap, eins og allir segja að Hennessy þá farið þið Mosa núna, krakkandi fara bara flöskuborð og sem Mosa og bara krakka byrja að drekka sem fyrst það er sko, við erum að tala um tónleika þegar ég segi tónleikar á Íslandi hvað kemur upp í hugan? Hvað er fyrstu tónleikandi sem kom upp í hugan? Hjá ykkur, báðum ábyggilega Korn í höllinni. Hvenær var það? What? Það var Korn í höllinni? Já, Korn í höllinni því ég var ábyggilega svona 13 ára það var svona 2005 með Kluis? Já. Man ekki eftir þessu? Nei, ég og Bjartur Sturla Atlas og Logi Petrov fórum hana með Allarafni pappans Bjart svo sátum í stúkunni bera ofan að slamma. Sko, ég hugsa nokkra tónleika þannig, við hefum nú upplifað mikið skemmtilegt saman. Yes sir. Secret Solstice Schoolboy Q. Já, ok. Það var mjög skemmtilegt kvöld. Svo náttúrulega þegar við vorum að hitta upp fyrir 50 Cent. Yes sir. Við vorum þar mættir baksviðs. Snúparan. Já, ég var ekki með þar. Nei. Við vorum saman í 50 Cent. Þá kom 50 á sínum eigin bíl og Lloyd Banks og Young Buck kom á öðrum. Já. Það var mjög fyndið. 50 var með meira security heldur en þeir tveir. Já. Og skiljanlega. Ég var með eitthvað bling í eyrunum. Manstu eftir þessu? Og Cesara horfði á mig og sagði, hvað erum við að taka 50 coverlög? Ég man bara já, þú veist, það voru tónleikar, þú veist, ég hef náttúrulega tónleikarnir sem ég man eftir var O.G. Mecco á úrli górlinu. Já, maður, shit. Það voru 40 manns þar og ég var þar og þetta var rosalegi tónleikar maður. Og ég fyndi líka O.G. Mecco, það er bara verið á Íslandi þegar Schoolboy Q var að spila í valseflinu, það er bara randomly poppað þar upp og tekið eitt lag, sko. Það er rosalegt maður. Og með og Lexi Blaze Lexi Picasso, sjárða Lexa Blaze já maður það er svo tónleikar, nei þú veist það er alveg allir þessi tónleikar á Gauknum
Já, hip-hop Johnny gamli maður. Já, og Raekwon, já. Ég vil að finna hvað Raekwon var okkur á lágpunkti. Á rosalegum lágpunkti í lífinu. Maður gæti bara hangið með honum, sko. Bara púlað upp á hann, sko. Hann var svona nöldrandi. Já. Hann var svona eiginlega nöldrandi allt sjóu, var hann að selja eitthvað merch og hvað heitir Ice Water Inc. Já, Ice Water Inc. voru með maður. Ice Water Inc. Svo Gravediggers í Árbænum. Já. Það var gott stöf. Nice. Gravediggers. Ég átti ekki að eitt moment því ég var á fyrsta ári í MH, þá var hann Pete Rock að spila á, hvað heit aftur, þar sem hann Paloma er núna. Gaugnum? Já, Gaugnum var þar, nei, þetta var hann að þú veist, þetta var ekki uppi, þetta var hann að héta eitthvað annað, þetta var hann að það sem írski barni er hliðan á Paloma, það sem Paloma var, og ég var bara á fyrsta ári MH, keypti mig með það, geðveikt spenntur, mætti hann bara mynda, bara einn, bara eitthvað, og sendi röðinni og kemur bara Gaur, dyrir bara eitthvað, þú veit ekki hvað einn, ég bara, hvað er ég með það, bara, þú hefur ekki aldrei til að vera hérna, og ég bara, en ég er með það bara, og þá var stelpa sem var með mér í einum tíma sem var á 4. ári MH, ég var á 1. ári og var með mér í einhverjum efnafræði áfanga sem ég endaði með að taka hana einingarlausan úr til stúdentsprófs og hún er sko stjúpsystir hans Robba Kronik og hún bara sér mig og er bara fyrir inn, hún er Robba Kronik, ég er bara hana, þú veist 16 ára og Robba Kronik kemur út og bara, þessi gaur, hann er að koma inn og þeir eru bara, nei, hann er ekki koma inn bara, hann er að koma inn, ég er að halda þetta sjó þessi gaur er að koma inn það er mér fyrstu kynna Robba Kronik, sko, hann er komið inn á Peter Rock og hann er dróðið inn í rappið bókstaflega ég gerði það, Robba Kronik já, maður sjátt, sko Talað hérna burgera, ertu eitthvað að fá þig burgera? Ég er náttúrulega Talað burgera þessi seggu, ég elska þetta það er uppáhaldsmaturinn minn Já, við erum náttúrulega með í bóði Two Guys Hjalti Vignis, við fórum í hvað var það, fyrradag og fórum og fengum okkur Big Unk og þú fegst að kálborgarar fræga og það stuðaði fólk ég man, ég var með svona SKJ að senda, ég fekk þú varst líka, þetta var mjög svona triggerandi SKJ, það var bara þú veist, basically kommentaði á og ég lesa þessi komment kálborgarar, rostaði burgerinn og það var lokka mig hérna inn ég náttúrulega sé ekki Instagramið, það er markastofan okkar sem sérum þetta og það var sem sagt fólk var að segja hérna ímest það var að segja Jesus Yas Queen sendir þetta Vigdís Hassler vinkoður mín hún sendi það á þetta ekki gleyma brauðinu það er svona play á ekki gleyma nafninu rífa sig í gang KJ þetta dregur saman pungin lifa litul sem matreiðslu maður þá hvað? Sem matreiðslu maður no fucking comment er ekki byrtingarhæft er fortíðar kájóð stoltur af framtíðar kájóð þetta er eins og að kaupa Mona Lísu og setja hann í makarónu ramma zero trust er það líf að sætta sig við hann hann hefur glimt uppruna sínum það eru skilverkari leiðir til að lifa gleðisnöðu lífi í boði ég hélt þú væri svalur Skinny Legend Juicy Buggull Birki B. sendi þetta í forkvæðlunars Juicy Buggull þegar menn levela upp þarf að skilja aðra eftir niðri þetta veit KJ verður að þroskast segir einnina þetta eru skipta skoðanir 75-25 þetta eða er þetta 90-10 sko ég veit ekki hann er aðarkallinn hættið það eru betri bardagar að taka hann úti en við the burger bun bro fáðu þið brauð siðblinda absolute narc maðurinn þar andlega aðstoð og eitt segir síðan lokum segir Eddie Buddy 2020 man up þetta var bara Two Guys takk fyrir mig KJ, fáðu KJ-stæl þetta var heldur stór kálbökull þegar þú fegst það nýjan þetta var mjög gott við leiður sem væri í skólagörnum þetta var mjög gott ég vann að búlun í 7 ár þetta var alveg mikið tekið þetta er mjög gott þú varst að búluninu að fara á Veslu hvernig var að flippa? Ég dýrkaði það það var svona einhvern draumur ég var yngri átti alltaf svona draumastörf þú veist eins og ég var krakki langum alltaf svona pikkali á hóteli með svona húfu það var eitthvað mér varst eitthvað geðveik pæling og síðan fannst mér geðveik pæling að vinna á hamborgarastað og ég var fyrsti starfsmaður í óleitinu og var heilengi og ég elskaði það ég alveg bara það var skóli fyrir mig og síðan kynnti sér líka bara mikið að kynnti sér Benna hann var að vinna með honum og hann
þannig að ég, þú veist, ég er alveg bara svona ég geti borðað hambúrgara í öll mál sko. Varstu að setja sálina í spaðan? Ég alltaf sko. Það er alveg svona ákveðið moment fyrir okkur sem að þetta er svona butter, wow þegar maður á bucket list, wow heila frosti Slippin in old age þetta er önglegt smjörlistin að við séum með okkar einn borgar á Two Guys já, þetta er rosalega varst þú með eitthvað secret menu borgara, Joey Burger? Ég bara fekk mig bara vennilega kittið sko, og síðan bætti ég við sko, jalapeno og steiktum lauk þetta er grjótart og það er líka að hafa unnið á skyndibitastað það er ákveðið svona Hefur þú unnið á skyndibitastað? Já, ég var á pítsunni Það er svoleiðis? Já, það var ákveðin skóli líka að brjóta saman pizzakassana Ég bara unnið í uppvaski og ég var unnið á uppvaski á Broadway Ég vaskaði upp á uppskeraði KSI, lokaði KSI í 99 þegar Tryggvi Guðmunds var að unna skóin sko. Og það var að tala það var allt hreint sko. Sett markmið á leikinn svo Tryggvi Guðmundsson Dani, hvaða störf langaði þig að vinna á Slítill? Varstu með eitthvað svona DJ? Var það bara DJ? Já Þú vart að lifa drauminn Já, og vera podcastari líka Já Eða kannski útvarpsmaður Ég fór eins og ég var 12 ára eða 11 eitthvað fór bara nú Excel og sóttu vinnu sko. Tók strætó Ég maður þeir hlóa mér, ég læði ekki að mér núna Þú varst með þátt á Já, með þátt á Excel, jú, ég verði og Rúf, Rás 2 Hvað hétt hann aftur? Haförnin? Dóri byrjaði með hann sem tók ég við honum Já Það var svo fyndið sko á þeim tíma var ekkert að frétta í íslensku rappi ekki neitt, þannig ég var bara allir sem gáði út eitthvað, ég bara tók það í þáttir sko. Og Legendary freestyle sem hann Shades tók Já, Shades tók það var sko, fyndið að þeir voru það nýir að sko þeir voru að skýra gaur á leiðin í þáttin Ká Kráka, hann bara ákveði bara hvað ég heita bara Ká Kráka, ok, let's go þannig að það var alveg heldur skemmtilegt sko. Ég var með sko, ég vildi vera veðurfræðingur það var my thing sko. Og The Weatherman það var þegar ég var að alast upp sko, þú veist, þá var sérstaklega í 10 fréttunum allavega, líka eftir kvöldfréttunar það var eitthvað svona eitthvað dæmi sem snerist sem var með 3 hliðum og það var, þú veist, stórt landakort og svo suðvesturhornið og svo eitthvað svona staður á landinu sem vildi highlighta eitthvað og svo voruð með prigg og þetta var bara minn draumur var bara að fá að halda þessu priggi Varstu að æfa það heima það? Já, átti prigg og var með eitthvað landakort og var eitthvað að segja veðurfréttir sko. Þetta er svona svipað að vilja vera pikkari á þeim Já, ákveð, þetta var svona eitthvað výrt Já, það var eitthvað svona prestige í einhverju nýs vinnu sko. Ég var einhvern tímann smá týndur í lífinu, ég er reyndar en þá og fór í svona áhugasviðspróf sem er mest að bullshit borgaði eitthvað 7 og 9 sem var svona 80 skall í dag og þar kom bara út ég ætti að vera sjóntækjafræðingur Já, ok, það er random dæmi Já, bara vera bara Þú með gleru, þú ættir að Nei, ég var ekki með gleru En þið sáu kannski að þú varst eitthvað smá sjóndabur Sjáðu visionið og bara, herðu Það kom alltaf allt jafnt hjá mér þegar ég tók þetta það var bara alltaf ekkert það var ekkert að lesa neitt út úr því Nei, bara kálbökull Já, þannig að það var lífið mitt Hvað ef þú farið í svona? Nei, þetta er fyrir mína tíð sko Þetta er eitthvað svona mjög fyndi bara herru, sjóntækjafræðingur Þetta var líka mjög svona Það er ekki svona specific eitthvað Þetta var líka mjög svona eitthvað í anda kynslóðurinn sem þú veist að við erum alastu upp þá áttur við bara að fara í skóla og ákvæða hvað ætlar að verða Í dag er þetta ekki þannig og þú veist, þín kynslóð er svona bara einn fyrsta kynslóðin sem svona elst upp í því að vera ekkert eitthvað svona þú verður ákvæða núna hvað ætlar að verða Nei, nákvæmlega En taldum að ákvæða hvað maður ætlar að verða RFK Brewing Síðumúla Þeir eru svo sannarlega búin að ákveða Þetta var Síðumúla, sorry, sagði Síðumúla Skipholti Þeir get líka verið Síðumúla Skipholti, það var nú valið heittinn á okkur daginn Þeir eru með hann popkornlager Popkornlager Þeir eru alltaf með fullt af geggjuðum bjórum Þeir eru með Komo matavagnin sem er geðveikur Þeir eru með geggjaðar hérna útisvæði Þeir eru líka með fullt af eventum Kíkið bara á, þú veist, síðuna þeirra Hvað er að gerast? Þetta er mjög skemmtilegt svæði og við erum búin að tala hvað skipholtið er underrated sko. Já, það er gott space Mjög gott space og svo það sem er að gerast núna er þetta torg hjá Hlemm það er bara að koma mjög vel út við vorum hann að við röltum hann daginn og hann að það mun svona stækka
einhvern veginn áhrifasvæði miðbæjarins í átt að skipholtinu sko. Algjörlega. Þannig að þetta sjóðandi heitt svæði. Og þau eru líka með frýtt pop. Já. Þú fara hann að vengi, ef þú kaupið þetta drikkar, ekki koma bara að taka frýtt pop. Frýtt pop og horfa mynd í síman bara. Og bara ég er að segja Ég er góður bara. Ég er að pælja að fara hann eftir þátt og fá með pop og kannski eitt pulsubjór. Já. Ertu búin að sjá hann eða? Nei, Ég er að sýna þér að hann er rosalega maður. pulsu bjór maður, það er double whammy sko. Sko, það svo fyndið, allt sem Danni sækir í þessa átt hérna. Já. Pulsubjór. Jú, ég sá Daða hana gagnamagnið posta mynda sér með honum sko. Já. Pulsu bjór. Þetta er the truth og þetta er light, þetta er geggjað og þetta er hérna Iconic hönnun sko, þessi léttur og pullugörinn sko. glútenlaus vínarlager sem smell passar með vínarpilsum frá SS. RFK Brewing geggjað, gott og stöðugt fyrirtæki. Já. Já. En sko, þú verður bara að klippa þetta út ef þetta er ekki hæft í birtingarhæft í þáttundanni. Ok. En sagan sem varst að segja hérna áðan við Flóna þá og Mr. Sir. Já, ég voru að nýja nákvæmlega Mr. Sir og Flóni er náttúrulega færi glærbygg hérna sko. Að ég var einhvern veginn mjög jetlagt heima og var eitthvað svona vakna, var eitthvað svona allt út, kannski þið svona opin ferðartaska, fullt af einhverjum pókum og ég svona, það er að hendi sér drastli eitthvað staðar og ég var á nærbuksunum og ég svona skottast út á gang til að henda ruslinum, skilju, ætla bara að skottast, skilju, er ekki smá skottast Ég var svona að stakka. og það er nýbúið að skipta hurð bara meðan ég var úti og voru bara gæjar að setja nýja hurð þannig að vitið þú veist, gamla hurðin þá loka ég og ég þurfti að læsa ég vissi það ekki að þetta var komið ný locking system en ég loka, sem ég veit ekki hvað ég gerði og síðan allir að fara að skottast í náttúru og nærbúrsunum þá bara Fattar ekki bara leið og lokaðir? jú, ég fatt að Bara, Já, bara at this moment, he knew he fucked up. og þú ert á nærbuksunum, bara á nærbuksunum og ég bara svona og fram á gangi. ég bara fuck og ég bara var svona 3 sekundur að fatta bara, ég bara hugsa alla mögulega lausnir á þessu vandamáli, ég var ekki með síma og ég bara ok, herru, ég þarf að dingla hérna hliðin Það var lífið núna. Gaurinn sem er á nærbuksunum. ég er gaurinn sem er nærbúrsunum og ég dinglaði hérna hliðin á það sem að Mr. Sir býr og hérna hann bjóð ekki hann þá og svo var það svona 5 ára gaur mér og ég bara, eru foreldrarinn heima og síðan komaðu og þau taka svona liftur og bara svona ég bara, hæ, ég læsti mig úti má ég nokkuð hringja hjá þér og þau bara, viltu ekki koma bara inn og fá lánu föt síðan stend ég aðna og er að tala við kon sem býr hérna bjóða liðina og ég er svona að reyna að vera svona venjulegur og meðan fötin er að koma svona, hvaða málverk er síðan bara hringi í pappa minn og hann kemur og beila mútur í situationi sko. Var hann sáttu með svona sinn? Ég var hann bara, you disappointed me son Sonur. þetta gerir sko Já, líka barnið hafi komið til dýra sko. ég segi með Joey, nú er svona kannski með klukkunir að fara aftur í tíman segjum að þú væri núna 10. bekk, væri að klára 10. bekk og þú varst kannski með alltaf engunir bara 8 meðalengun samanrættum hvernig myndur þú spila þetta? Hvaða skóla myndur þú fara í? Hvað myndur þú að læra? Ef ég væri núna? Já, bara núna. Hvernig myndur þú spila þetta? Þú veist, ég myndi ábyggilega að fara í ég myndi ábyggilega að fara að taka stúdentinn í myndlistaskólanum. Ok, er það hægt? Já. Ok. Myndlistaskóla Reykjavíkur og ég myndi ábyggilega að fara síðan bara í, þú veist ég myndi ábyggilega að fara ekkert út í BA og já, ég myndi alveg svona þú veist, þannig að það er alveg svona alltaf erfitt núna einhvern veginn að vera, þú veist þessi draumurinn þessi hugmyndum að eiga íbúð hún er svona, held ég alltaf fjarlæg fyrir, þú veist, það er svo fyndið eitthvað svona bara eitthvað frendi menn eitthvað föðurbráðum eitthvað, ég keypti þessa íbúðina á Vesturgötunni á 6 milljónir á sínum tíma Fyrir bara dóstir sem ég safnaði Já, þú veist, bara, núna er þetta bara eitthvað þú veist, krakkar í dag 90 milljónir Já, bara ég þarf að kaupa mér íbúð á Vesturgötu á 600 milljónir, þú veist Þú leikt hér? Ég get leikt hér Það er bara velkomin og áru hérna bara meira velkomin að vera hér og þú getur borga bara fyrir að með að vera í pottinu Já, takk, já, það er alveg frekar góð dýl, sko Pottsleif, Já. byrja með að auka pottin bara ég er þetta með Já, orðin eins og Jesse Pinkman Já, eða hann var bara kúka Já, og já. flekkjar bitch Ég kemst ekki, Danir láta mig eitthvað nýtt pott Já, ok, þú myndir gera þetta ég myndi að gera þetta, já og en síðan myndi ég bara svona, þú veist já, ég myndi bara spila þetta frekar svipað, sko, þú veist ég
hef tekið þetta hingað til dálítið mikið á innsæðinu sko, og svona, og að vera ekki að, þú veist, að fylgja náttúrulega að vera svona nepo baby sko, er að maður er með þessa hugmynd að maður geti unnið sem listamaður. Já. Og ég hef alltaf bara svona vita það að það er eitthvað sem ég get gert og alltaf gera, þú veist. Munurinn mér þegar þú tekur þetta á innsæðinu, ég tekur þetta á innsóginu. Já. Það bara hannig. Já, ok, já, flott. Hvað myndir þú gera ef þú myndir gera þetta með nýtt? Ég held ég myndi vinna þetta svona svipa á dóttir mínu að gera. Okay. Fór út bara eftir 10. bekk í high school, hún spila fótbolta, ég hef verið að spila körfubolta og svona kynst heiminum aðeins. Annars bara, svo þetta bara einhvern veginn ógeðslega mikið að vera bara réttum maður og réttum stað einhvern veginn, þegar maður, þú veist, bara að vera bara einhvern veginn í einhverju flæði og tilbúin í eitthvað sko, þannig að ég myndi segja eitt af því sem breytti lífi mínu mestani, og þetta er ekki grín, var verslunarmannahelgi í Galtalæk svona 99-2000, örgulega 2000 já, eða 2001, þetta er á þessum bili og jú, þetta er eftir aldamótin, sorry, ógeðslega leitt að fólk er að staðsetja í tíma, en þetta var eina skipti sem var ekki eitthvað bindindishátíð í Galtalæk, en það var svona illa séð að vera eitthvað að drekka og það var eitthvað svona partí í gangi og það var svona smá útihátíð og hljómsveitin Bæjarins bestu var að spila. Yes, sir. Og tók Ramses með? Ramses var með og við einhvern veginn kynnumst, byrjum eitthvað að frístala í einhverjum hring cypher, svona, og því einhvern veginn takið mig upp á svið og ég sat á sviðinu, maður stætti því. Ég man líka að Ramses tók einhvern nokkuð lög sem hann var í sko. Já, og upp frá því þá bara var ég komin í hljómsveitina og það breytti lífinu sko. Það er bara þannig. It's a beautiful thing. Ég man talandum verið í flæðinu. Við vorum að bíða, ég man 2 hlutum á þessu hátíð. Ég man að Ramses tók með sér sko, kittum fyrir Ramses blöndunni sem var sem sagt Ostapop og Nóa blanda saman. Legendary blanda. Og hann var með svona stórt töppurur og að borða þetta bara í bílnum. Númer 2, ég man til 3 hlutum. Og síðan man ég eftir að þú varst hann í ykkur pollaböksum að fá þér 1-2 kaldir hafa kannski ráðist á þarna. Og þú tókst einhvern bolta búndur á hann í burtu og sagði ykkur raka, go fetch og númer 3 þá mann ég þar ég og Dóri og Ramses við komum að gera okkar eigin pizzu á einhverjum pizzastað á Selfossi það er manni þetta hvenær, þetta er 2001-2003 já. Þetta er svona svipum tíma sko Rap 101, fyrsta hljómsveitin sem ég var í rappljómsveitin sem ég var í með Loga og Unnsteini og Haraldi bróður minnum og Sigurbjörn Sturlu veitu hvað þátt sko í rappkeppni Skjás 1 ég var þarna, Steindi og Dóri voru líka að taka þátt já, nákvæmlega, og ég man í hvort að Ígor hafi unnið eða eitthvað getur verið já. Þetta hefur verið, var þetta á svipum tíma það var þetta Ingolstorgi jú það getur verið sko, jú, ég man eftir ykkur, þið voru hvað heit þetta lagi? Það hefur verið ungir Rappandi Lóan við vorum ungir hann sko og við ætlum fyrst að heita sko Diablo nema sko móðir mín og móðir Loga Unnsteins það hafði báðið tekið upp kaþólska trú þannig að það var svona vítóað að við myndum heita Diablo sem var eftir að hekja bara gott vító sko þetta geggja hann upp sko voruð þið eitthvað að spila Diablo töluleikinn? Já, ég spila hann sko Dóri DNA pottari sem er með okkur já, fellow potter hann spilaði mikið Diablo 2 sko já það var eftir að ná hann úr honum áttu líka að geða móð, við spilum alltaf í stundin okkar sko já. Og ég mannalega svona þetta er alveg svona smá villain origin story hjá mér sko þegar sonur þáttastjórnandans í stundin okkar á þinn tíma kemur eitthvað svona við erum allir í eitthvað fútbolgólum og hann kemur og ég segi hvað ert þú homi búri eða? Sí. Og hann nei, homi gengur laus wow. Og hann alveg bara ég er svona reitsbytið hann feitt sko, hann er bara eitthvað alltaf að fara að trillast eitthvað, þá kom mamman og sagði þóttarstjórnandi hei, þú er góður strákana þannig hugsaði ég bara svona I wield this power, þú veist, bara eitthvað great responsibility sko það er svoleiðis herru, ekki bara að fara að segja þetta gott fara til helgina maður þú ert að fara að DJ, ég er að fara að DJ hvað þú verður að gera DJ? Postpota, ég er að fara að þjálfa núna hverja? U20 ára ok, ég ætla að vera eitthvað leinlið sem engi veit af nei. Takk kærlega fyrir að koma í poddið þetta var geggjaður klukktíma kortir já, þetta var feitt viltu ekki eitthvað sjára á til okkur? Nefnir bara sjára á Guð sko bara ljós lífsins sko ok
Herru, bara sjárat á Guð og takk hérlega við tökum þráðin af vikulíðinni. Takk hérlega.